T-Apply, þetta ágætis skipun, hún svona líka eina af þessum gömlu skipunum en hún samt góð og gild, að ef við viljum sem sagt geta reiknað út gildin á einhverju einni lýsistærð fyrir einhverja talnableitu, fyrir einhvern flokk, að þá getum við notað T-Apply, eins og gerum bara þetta sama hér, að við erum með T-Apply og við ætlum að skoða, hvað ætlum við að skoða? Hæð eftir námskeiði, púls hæð, púls dollari námskeið og aftur enna.rm jafnt og trú þarf að koma þarna fyrir. Og hér hreinlega segjum við hvaða lýsistærð ætlum við að reikna út. Við mötum fyrst með talnabreytunni sem við ætlum að reikna lýsistærðina á og í þessu tilviki er það meðaltal. Svo flokkabreytunni sem við ætlum að skipta upp eftir og mögulega ef við þurfum að taka út ennagildi þá gerum við þarna í lokin. Þannig að hér get ég fengið sem sagt meðalhæð nemenda í LAN og stæi. Og það er bara nánast engin munur þar á. Eins bara svona til að sýna það, ef ég vil reikna staðalfrávikið, þá myndi ég skella því svona hérna. Sem sagt bara nafninu og aðferðinni, staðalfrávik. Pínlítið meiri breytileiki í hæð LAN-nemenda heldur stæ-nemenda, en það er nú voðalega lítill munur þar á. Þetta var þessi T-Apply, en ef við viljum fara annarkvort að reikna sem sagt, skipta upp eftir fleiri flokkum, eða ég vil reikna fleiri en eina lýsistærð í einu, þá getum við ekki lengur nota T-Apply, en við getum nota Summarize, og hún er í dplyr pakkanum, og aftur við verðum að vera búin að keyra library Tidyverse áður en við notum aðferðina. Og svo sjáum við hérna rétt og eftir hvernig við notum group by til að skipta þess að gögnunum upp. Sjáum hvernig við gerum það. En hér, þetta er ágætt, ég ætla bara að stela þessu, annarkvært að keyra library dplyr eða fyrir ekki það library dplyr eða library Tidyverse. Ég ætla að stela þessari línu hér og fara aðeins í gegnum hvað við erum að gera. Summarize er þá nafnið á aðferðinni og við erum að vinna í gagnatöflunni púls. Og nú tilgreinum við nafnið á gagnatöflunni hér, svo ég þarf ekki að setja það alltaf hérna fyrir framan og hreinlega má það ekki, setja hérna fyrir framan púls, dollari, fyrri púls, það myndum við ekki gera. En svo tilgreinum við hvaða lýsistærðir eru það sem þú vilt reikna út og hér ætla ég að reikna meðaltalið fyrir fyrri púls. Og það sem ég set hérna fyrir framan, ég ætla nú bara að keyra þetta svo þið sjáu þetta, það er það sem birtist hérna fyrir ofan. Sem sagt meðalpúls og svo reiknar hún mín fyrri púls og niðurstaðan kemur hér. Sett komu hér á eftir og hér aftur ég get sem sagt reiknað fleiri en eina, sem sagt hér er reikna meðalpúls, svo ætla ég líka að reikna meðalþyngd og birta þetta svona saman í töflu. Og svo í lokin að þá vil ég telja sem sagt, hversu margir einstaklingar eru þá í þessu tilviki í gagnatöflunni púls og það er aðferðin litla n, bara sví opnast, sví lokast. Þetta kemur þá hér. Við skulum passa okkur á litla n að hún hefur líka með þar sem vantar gögn. Þannig að bara heildarfjöldin er 471 en það má vel vera að þetta meðaltal hér er reiknað út frá einhverjum færrum að það voru einhverju sem skiluð ekki meðalpúls og eins þyngdin. Þannig skulum passa okkur á því og ég sýni ykkur rétt eftir hvernig við hvað við gerum til að forðast að þetta valda okkur einhverjum vandræðum. Þannig að já, þetta er Summarize og ég sýni ykkur svo seinna meir hvernig við getum byrt svona töflur og fallegan hátt í skýrslum. Hérna það sem stendur fyrir ofan, double integer, þetta er hreinlega, hér eru við með rauntölu og heiltölu. Bara gerðin. Þetta er kannski ekki það mest spennandi, en jú, hér kemur það nú hérna fyrir neðan, það er ágætt að við bara gerum þetta strax að aftur ég ætla bara hérna vera svona löt og hérna í staðin fyrir, nei við skulum bara skrifa þetta hérna, gera það hérna fyrir neðan.
að staðin fyrir að taka inn alla púlstöfluna hér, að þá getum við nota filter og við segjum, ég ætla bara að loka henni strax hérna, passa, ég að loka þessum svega hér og ég ætla að taka bara þær mælingar þar sem vantar ekki mælingu á fyrri púls og vantar ekki mælingu is.NA á þyngd. Og munið að þetta ekki. Hefði ég haft þetta svona, þá myndi ég bara taka þær mælingar, við skulum bara gera það, að hér ég bara með þær mælingar sem vantar hérna mælingarnar, hérna setjum við ekki, svona, og þá sjáum við það að nú ég búin að taka sérst alla mælingar, það vantar annarkvort púlsmælingun eða þyngdamælinguna, þá dettur þetta út og eftir ég með 444 mælingar. Okidoki. Höldum nú áfram og þetta svona kannski, já, við getum gert þetta líka, að hér í staðin fyrir sjáum þið að nú erum við í sömu töflunni, erum við að vinna með bara hérna sömu breytuna, aftur ég ætla bara að kópera þetta og aðlaga þetta aðeins, ég ætla bara að vera að vinna með fyrri púls og ég ætla að taka út allt hérna sem hefur að eitthvað með þyngdin að gera, að hér ég bara með filter, púls, hendu út öllum línum þar sem vantar fyrri púlsmælingar og ég ætla að setja inn meðalpúls og reikna það út, en svo ætla ég að setja hérna staðalfrávik og þá hef ég ST hér og aftur ég ætla að reikna staðalfrávik á fyrri púls og þá ég með í sömu töflunni, ég að vinna með púlsmælingarnar, meðalpúlsinn, staðalfrávikið og fjöldan og þetta byggir þá 454 mælingum, öllum þeim mælingum sem ég hef á púls.